Borgarsýn Reykjavíkur. Í dag, fyrsti þáttur. Í dag ætlum við að skoða nokkurn veginn hægri flokkana. Í portinu erum við Úlfur Marinósson. Úlfur, hvað finnst þér um borgarlínuna? Bara fín. Finnst þér hún ljót, falleg eða glæsileg? Hún er bara fín. Já, takk fyrir þetta. Úlfur Marinósson. Sumir krakkar vita ekkert um pólitík, en nú ætlum við að fara að tala um fullorðna fólki. Ölmu Sigurðardóttir. Hvað finnst þér um borgarlínu? Ég er ekki alveg búin að mynda með skoðun á því. Ég held að það gæti samt alveg verið spennandi. Hvað segir þú hvað flugvöllurinn á að vera? Það er eiginlega svolítið sama þar. Ég held að megi nú alveg fara eitthvað annað. Hvað ætlar að kjósa? Nei. Takk fyrir þetta, Alma Sigurðardóttir. Eru bílastæðahúsin of mörg eða of stór? Eru þið fámenn og lítil? Önnu Ólafsdóttir, hvað finnst þér um borgarlínu? Já, ég veit það ekki. Ertu hlutlaus í þessu máli? Nei, ekki hlutlaus. En ertu ekki hrifin af henni? Nei, jú. Já. Takk fyrir þetta. Já, takk fyrir. Hvað finnst þér? Eigum við að skreyta borgina meira? Hvað segir þér um húsalykt í höfuðborginni? Tölum við um flugvöllinn? Já. Hér er komið 2 manneskjur sem vita líklega eitthvað um borgarmál, er það ekki? Jú, alveg eitthvað. Smá, ekki það mikið samt, en... Já, hvað finnst ykkur um borgarlínuna? Borgarlínuna? Já. Það er bara samgangast. Já. Já. Ertu með því að hún verði sett upp? Já. Já. Hvað er þið settu? Borgarlína. Hvað er í þessari borgarlínu? Bara strætisvagnar sem fara hratt umhverfisvænir. Algjörlega, það má alveg koma. Já. Takk fyrir þetta. Það er Sjálfstæðismenn ekki kost á viðtali, en við ætlum að kíkja með flokkinn. Hvað ætla Miðflokkurinn segja? Því miður og lokað að Miðflokkurinn vil staðinn fá þessar upplýsingar. Er Miðflokkurinn að gera góða hluti? Þið eru kjósendur. Það er eitthvað vesen með bensínstöðvarnar í þessum kosningum. Skoðum það, kannski. Engun alvarlegt vandamál, lítið á þetta. Það er eitthvað sem við eigum að tala um í þessari kosningu. Hér er Laugardalshöllin. Hún er fín, en veit ekki, þetta er nú 400 höll fyrir íslensku konungsfjölskylduna. Það er engin auglýsing fyrir íslenska stjórnvöld. Já, hér er ég komin með gest og þú ert með höfuðborgarlistan, er það ekki? Jú, ég er í öðru sæti höfuðborgarlistans og ég heiti Sif Jónsdóttir. Já. Til hamingju með sætið í höfuðborgarlistan. Þakka þér fyrir. Hvað finnst þér um borgarlínuna? Við erum svolítið á móti borgarlínunni út af því að hún er svo dýr og við erum svo fá sem ætlum að nota hana. Þannig að við höfum svona sagt að við viljum bíða með þær fjárfestingar. Því þetta eru milljarðar á kílómetri og það finnst það mikið. Við skiljum það og hvar á flugvöllurinn að vera? Flugvöllurinn hann á að vera í Vatnsmýrinni vegna þess að hann er mjög vel staðsettur þar og líka er þetta öryggi fyrir Reykvíkinga og borgina og síðan kostar mjög mikið að færa flugvöllin. Alveg sama hvert hann fer, það verður mjög mikil röskun og það verður mjög dýrt. Á að setja fleiri listasöfn eða eitthvað svoleiðis í borginni? Já, það þegar list er annars vegar, þá eigum við alltaf að skoða málið. Vegna þess að sköpun er svo mikilvæg í okkar samfélagi. Hvað hótelin? Þetta er banka og lýðheilsumál. Hvað eigum við að gera fyrir sundlaugarnar okkar? Hvað finnst þér húsnæðisskort? Þetta hefur legið mikið á okkur. Okkur finnst þetta vera erfitt fyrir Reykvíkinga að búa hérna og geta ekki keypt sér íbúð. Bæði eru íbúðirnar of dýrar og það eru of fáar á markaði í Reykjavík. Og við viljum byggja 10.000 íbúðir á næsta kjörtímabili. Takk fyrir þetta, Sif Jónsdóttir. Nú erum við búin hjá Sjálfstæðisflokknum á í kvöld.